Það er ekki oft sem maður sest upp í lítinn rafbíl og stígur út aftur með þá tilfinningu að maður hafi verið að keyra eitthvað sem geti gjörbreytt væntingum fólks til þessa flokks bíla. En akkurat þannig upplifun er Jack E30X. Við hjá Bílablogg fengum nýlega tækifæri til þess að prófa þennan nýja smá rafbíl frá Jack og það fyrsta sem sló okkur var hversu afgerandi vel heppnaður hann er sem heildarpakki. Þetta er ekki bara ódýr borgarbíl með rafhlöðu. Þetta er vel hannaður, tæknilega sannfærandi og ótrúlega vel búinn bíll sem virðist í raun ætla sér miklu meira en að vera bara praktískur. Það má eiginlega segja að E30X marki ákveðin tímamót í því hvernig fólk mun horfa á kínverska bílaframleiðendur á næstu árum. Ef einhver hefur enn þá hugmynd að kínverskir bílar séu nokkrum skrefum á eftir Evrópu eða Kóreu, þá þarf sá hinn sami einfaldlega að taka reynsluakstur á þessum bíl. Hönnunin er eitt af því fyrsta sem grípur athyglina. Jack E30X nær mjög skemmtilegu jafnvægi milli retro og framtíðarhönnunar. Kringlóttu framljósin eru sérstaklega vel heppnuð og samanstanda af yfir 100 LED-ljósum sem gefa bílnum mjög sérstakt yfirbragð. Það er ákveðin karakter yfir honum sem marga nýja rafbíla skortir. Í stað þess að líta út eins og enn einn boxlaða jepplingurinn tekst E30X að vera bæði nettur og persónlegur í útliti. Hann er smár án þess að virka ódýr og sportlegur án þess að reyna of mikið. Smáatriðin skipta líka máli. Eglaða hliðarspeglarnir eru upphitaðir og með rafdrifinni aðfellingu sem lokast sjálfkrafa þegar bílnum er læst. Þetta eru atriði sem að býst ekki endilega við í þessum stærðar- og verðflokki, en Jack virðist hafa ákveðið að sleppa sem fæstum þægindum. Svo er hiti og kæling í framsætum. Kæling hefur hingað til verið kennd við lúxusbílaflokkin. E30X kemur fullur af öryggisbúnaði og gefur ekkert eftir. Þar má nefna rafdrifni gluggar með klemmuvörn, hliðar öryggispúðar að framan, höfuð öryggispúðar að framan og aftan, árekstrarvari, CDP, 360 gráðu myndavélakerfi, blindsvæðisvörn, akreina viðvörun, hurðaropnunar viðvörun, þverumferðarvari, akreina skiptisaðstóð, viðvörun áreksturs að framan og sjálfvirk háuljósa aðstóð. Þegar inn í bílinn er komið heldur jákvæða upplifunin áfram. Fyrstu viðbrögðin voru eiginlega einföld. Þetta er miklu flottar en maður bjóst við. Innréttingin er hrein, nútímaleg og mjög vel útfærð. Stóri 15,6 tommu upplýsingaskjárinn ræður ríkjum í mælaborðinu og sameinar leiðsögn, afþreyingu, tengingar og stillingar bílsins á mjög snyrtilegan hátt. Kerfið styður bæði þráðlaust Apple CarPlay og Android Auto og virkar einfaldlega vel í daglegri notkun. Plastið í mælaborðinu er reyndar hart, en okkur var nákvæmlega sama það. Skjárinn sjálfur er skýr og hraðvirkur og bíllinn gefur almennt mjög tæknilega fágaða tilfinningu. Þetta er ekki einn af þessum bílum þar sem hugbúnaðurinn virkar hálfkláraður eða ódýr. Þvert á móti. Sætin kom einnig skemmtilega óvart. Þau eru þægileg, með góðum stuðningi og bjóða upp á meiri þægindi en maður býst við í smábíl. Aksturstaðan er góð og yfirsýn ágæt sem gerir bílinn sérstaklega þægilegan í borgarakstri. Sætin farast sjálfkrafa aftur þegar stigið er út úr bílnum og þau eru rafdrifin, upp og niður, fram og tilbaka. Eitt sem ekki má gleyma en geymsluboxið milli sætana er bæði rúmgott og virkar einnig sem kælir, eða heldur heitu. Þó E30X sé nettur að utan nýtist plássið vel að innan. Farangusrýmið er 310 lítrar sem er mjög ásættanlegt í þessum flokki og aftursætin eru með 60-40 skiptingu til að auka sveigjanleikann. Þetta er því bíll sem getur auðveldlega sinnt daglegu fjölskyldulífi, innkaupum og jafnvel helgarferðum án þess að maður sé stöðugt að hugsa plássleysið sem oft fylgir smærri bílum. Sólþakið er glæsilegt og hleypir birtu inn í bílinn sem stækkar innanrýmið talsvert í huganum. Aftursætin eru vel formuð með nægu fótaplássi og passlegu höfuplássi og þar eru að sjálfsögðu Isofix bílstólafestingar. Á
Á veginum kemur svo í ljós að Jack hefur greinilega lagt áherslu á þægindi og jafnvægi frekar en að búa til hot hatch rafbíl. Rafmótorinn skila nægu afli fyrir bíl af þessari stærð og hann er lipur og skemmtilegur í daglegum akstri. En það þarf líka að segja hlutin eins og þeir eru. Þetta er ekki spyrnubíl. Inngjöfin er mjúk og yfirveguð frekar en aggressív. Bílinn stekkur ekki af stað við minnstu snertingu á inngjöfinni eins og sumir kraftmiklir rafbíla gera. Sumir gætu vilja aðeins snarpari viðbrögð, en eftir nokkurn akstur fer maður eiginlega að meta þessa nálgun. Bílinn er rólegur, þægilegur og keyrir með ákveðnum þroska. Og aflskortur er alls ekki vandamál. Hann fer einfaldlega vel með aflið sem er til staðar, í stað þess að eyða því í dramatík. Ef eitthvað mætti helst setja út á, eftir reynslaaksturinn, væri það fjöðrunin. Hún er í stífari kantinum og maður finnur ágætlega fyrir hólum og grófu malbiki. En hér þarf líka að setja hlutin í samhengi. Fjöðrunin er alls ekki verri en maður finnur í mörgum stærri og dýrari rafbílum í dag. Þar má til dæmis nefna Polestar 2 sem hefur lengi verið þekktur fyrir nokkuð stinna fjöðrun. Tesla getur einnig verið nokkuð stíf á lélegu malbiki borgarinnar. Munurinn er hins vegar sá að E30X er smábíll á allt öðrum verðpunkti. Bíllinn liggur vel á veginum, er stöðugur í beygjum og stífa fjöðrunin hjálpar honum að halda ákveðinni sportlegri tilfinningu í akstri. Jack E30X er búinn 51,5 kWh rafhlöðu og býður upp á mjög skynsamlega blöndu af drægni og hagkvæmni. VAF ETP drægni er uppgefin 374 km og upp í 524 km eftir útfærslum og búnaði, sem er mjög fínt fyrir bíl í þessum flokki. E30X er með varmadælu sem sparar orku. Í daglegri íslensku notkun ætti bíllinn því að henta langflestum án nokkurra vandræða. Hleðslukerfið er einnig vel samkeppnishæft. Bíllinn styður allt að 11 kW AC heimaleiðslu sem þýðir að hann nýtir 3 fasa hleðslustöðvar vel og DC hraðhleðsla fer allt að 64 kW. Samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda tekur hraðhleðsla úr 30 til 80% 30 mínútur með CCS hleðslutengi sem er staðalbúnaður. Að auki býður Jack E30X upp á VAF 2.1 tengimöguleika sem gerir fært að hlaða til dæmis raftæki eins og ískáp, vélsög eða loftdælu. E30X er borgarbíll, fjölskyldubíll, vinnubíll eða bara bíllinn þinn. Þetta er bíll sem fólk mun fyrst og fremst nota í daglegu lífi og þar stendur hann sig mjög vel. Kannski ef það sem stendur mest upp úr eftir reynslaaksturinn hversu mikið maður fær fyrir peningin. Jack E30X er einfaldlega ótrúlega vel búinn smábíll. Hann kemur með búnaði sem áður var bundinn við mun dýrari bíla. Stórum upplýsingaskjá, þráðlausri snjallsímatengingu, sjálfvirkum speglum, fjölbreyttum öryggiskerfum og mjög nútímalegri innréttingu. En mikilvægast af öllu er að bíllinn virkar ekki eins og málamiðlun. Hann er ekki vel heppnaður með að vera kínverskur. Hann er einfaldlega vel heppnaður bíll. Og það er líklega stærsta hrósið sem hægt er að gefa honum.